Sérstakur saksóknari hefur ákært fyrrverandi garðyrkjustjóra Orkuveitu Reykjavíkur fyrir 26 milljóna króna fjárdrátt. Hann gæti átt yfir höfði sér allt að 6 ára fangelsi. Samkvæmt ákærunni sem gefin var út rétt fyrir áramót hófst fjárdrátturinn í nóvember 2003 og stóð allt til loka septembermánaðar 2008. Maðurinn var á þessum tíma deildarstjóri garðyrkjudeildar Orkuveitu Reykjavíkur. Honum gefið að sök að hafa gefið út 58 reikninga á þessu 5 ára tímabili. Þeir hafi verið tilhæfulausir, hann hafi í mörgum tilfellum sjálfur útbúið fylgiskjöl, móttekið reikningana og samþykkt á fyrir hönd Orkuveitunar. Garðyrkjustjórinn fyrrverandi virðist ekki hafa nýtt féð til eigin þarfa. Megin hluta þessa tíma var hann einnig formaður Garðyrkjufélags Íslands. Féð dró hann sér samkvæmt ákærunni til að greiða laun tveggja kvenna sem voru framkvæmdastjórar Garðyrkjufélagsins. Önnur þeirra fékk 11 milljónir af fénu frá 2003 til 2005, hinum 14 milljónir frá 2006 til 2008. Hvorug þeirra ákærð. Málið hefur verið til rannsóknar í nokkuð tíma, fyrst hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra en svo hjá sérstökum saksóknar eftir sameiningu deildarinnar og embættisins. Manninu var sagt upp störfum hjá Orkuveitinu haustið 2008 þegar upp komst. Orkuveitan gerir kröfum að milljónirnar 26 verði endurgreiddar með vöxtum. Saksóknari gerir kröfum að maðurinn greiði sakakostnað og að hann verði dæmdur til refsingar en alltaf 6 ára fangelsi liggur við brotum á þessu tagi.